Já, Sverrir, bikarúrslitaleikur, þetta eitthvað sem að flesti körfuboltamenn vilja komast á hverju ári. Þetta mikil stemming en það ekki alveg að segja að það sé búið að vera stemming hjá Grindavík undanfærin ár eftir þennan úrslitaleik. Nei, það rétt sem þú segir að Grindavík hefur farið á síðustu 4 árum, hefur Grindavík verið 3 og farið í höllina og tapað og það náttúrulega alltaf svaka stemming fyrir leikina og komast í höllina og stór dagur fyrir stuðningsmenn og leikmenn og allir kringum þetta en að sjálfsögðu alltaf miklu skemmtilega og stendur uppi sem sigurvegari og það hefur ekki verið raunin í síðustu skipti og við stefnum á að verði breyting á því á laugardaginn, við ætlum okkur það. Þið töpuðu í fyrra fyrir Teiti Örlygsson og stjörnumönnum. Hvað segir andstæðingarna núna? Herri, við erum að mæta ÍR-ingur núna sem að voru í basli fyrir áramót og fengu sterkan leikmann í Nigel Moore hérna áramótin og hann búinn að smetla algjörlega inn í lið og þeir eru bara, ég held að séu bara, ef að veri bara tekið leikinn eftir áramót þá eru þeir bara í topp 4 í deildinni held ég og eru bara virkilega öflugir og hérna stórhættulegt lið og verðugir andstæðingar. Það hefur náttúrulega oft sýnt sig að þetta náttúrulega, eins og maður segir, gamall frasi, þetta bara einn leikur og það getur allt gerst. Já, algjörlega. Og þetta náttúrulega bara sama með það síðustu ár og leikir og eitthvað svona, það skiptir engu máli. Þetta bara, núna á laugardaginn, þá þetta bara þessi eini leikur og þetta snýst bara að mæta klárir og hérna tækla þetta verkefni almennilega og til að vinna bikarinn og það þessi eini séns. Hvernig tekur á því að undirbúa þína liðsmenn? Hvernig nærðu að mótivera liðið með þennan leiðilega bakgrunn, getum við sagt á undanförnum árum? Já, mér finnst það ekkert vera neitt. Mér finnst að það eins og það náttúrulega ekkert nærri allir sem hafa verið í öllum þessum leikjum sem í dag. En mér finnst að ég bara vera í raun og veru svona þegar maður sjálfur sem leikmaður, ef mann hafi farið áður og tapað, þá náttúrulega bara ennþá meiri hungur og maður staðránaður í því bara að það allt gert núna til að ná í bikarinn og ég alveg klár á því að það sé hugafæri hjá mínum mönnum og við erum eins og ég var að koma inn á, við erum að fara að mæta sjóðheitu liði ÍR-inga. Við töpum fyrir þeim í deildinni fyrir stuttu og fáum að mæta þeim aftur núna og ég held að þetta verði bara stórskemmtilegur leikur. Þannig að það geti orðið ykkur bara til haggs í raunni eins og staðan í dag að hafa tapað undanfarin ár. Þínir menn muni mæta alveg svaka grimmir og hungraðir. Já, ég ætla bara að vona það. Ég bara full að trúa því og við höfum enga tafur, við erum komnir í hennar leik og nú bara að fara og njóta þess og leggja sjálfmjölega fram og bara hreinlega vinna leikin til að ná loksins í bikarinn. Jæja, Örvar, þjálfari í ÍR-inga. Þú hefur farið sem aðstoðarþjálfari í UMFN árið 2005 í sigri gegn Fjölni og sem leikmann 1999 í frægum sigri gegn Keflavík. En það eitthvað allt annað í gangi núna. Þú mætir sem þjálfari í ÍR-inga og ert að fara að mæta Sverri og félögum úr Grindavík. Hvernig leggst þetta í mannskapinn? Þetta leggst bara gríðarlega vel í okkur. Við erum gríðarlega ánægðir með uppgangi sem búin að vera okkur núna undanfarið og að mæta í bikarúrslitaleik bara eitthvað sem alla körfuboltamenn dreymir og það vilja allir vera þarna og við erum bara gríðarlega ánægðir með það. Það ekki hægt að segja að ÍR-ingar sé með mikla sigur hefða á undanförnum árum? Nei, ÍR hefur ekki gengið nógu vel og við erum hérna að byggja upp og þetta mjög kærkomið að komast í þennan úrslitaleik og frábært fyrir félagið en ÍR hefur unnið held ég síðustu 2 úrslitaleiki í bikar en eins og Sverrir sagði þetta á, það skiptir engu máli hvað gerðist fyrir einhverjum árum eða hvernig sagan þetta bara einn leikur og þetta verður bara rosalega gaman. Hvernig kemur þú til með að undirbúa liðið? Nú eins og segir það voruð mikla breytingar svona á gengi liðsins en menn hljóta alltaf að horfa sérstaklega á svona bikarúrslitaleik ársins. Hvernig verður undirbúningi háttað núna síðustu dagana? Við ætlum nú bara að reyna að hafa þetta eins og fyrir alla hinna leikina. Við tókum það ákvörðun jólin að fara í hvern leik bara sem bikarúrslitaleik. Við vorum í fallsæti. Það hefur bara gengið vel. Ég hef engar áhyggjur að undirbúa mína leikmenn. Þeir eru með mikið sjálfstraust. Við erum að fara að spila við Íslandsmeistarana og frábært lið, vel þjálfað og það verður bara erfitt en við ætlum okkur að gera okkur besta og þetta verður, ég sammála Sverri, þetta verður vonandi bara hörkuleikur og mikil skemmtun. Eitthvað sérstakt sem að þið þurfið að passa í Grindavík-liðinu? Það eru bara með frábært lið, það engin tilviljun að þetta eru Íslandsmeistarar síðustu 2 ára og þó þeir hafa tapað í höllinni síðustu 2 árin þá hafa bara fyllt því eftir með Íslandsmeistaratitli.
það bara margt sem þarf að varast, þeir hafa mikla breidd og góða leikmenn, þannig að það ekkit eitthvað frekar sem þarf að varast, það bara, við þurfum bara fyrst og fremst að einblína okkur og mæta tilbúnir. Hvaða happ var þetta hjá ykkur að fá Nigel Moore til ykkar? Var þetta eitthvað sem vantaði í liðið? Já, alveg klálega, ég þekkti hann náttúrulega sinni fyrir, hann bara fyrst og fremst gríðarlegur karakter og það hjálpar til að hann er 33 ára, hann þarf ekkert að sanna sig, hann langar bara að gangi vel og hefur mikla trú á strákunum og hefur bara reynst okkur bara ómetanlegur og það hefur hjálpað og hinir strákarnir eru að blómstra í kringum hann og ég honum bara mjög þakkláttur fyrir að þeir geta stökk með okkur og það ekki allir sem væri tilbúin að koma í lið í fallsæti en hann er mikill karakter og hefur bara gert þetta vel. Þannig að viltu spá okkar, verður þetta jafnleikur? Já, ég held þetta verður jafnleikur og bara kemur til með að ráðast á síðustu sekúndunum held ég. Ég vona bara að falla okkar með þetta verður bara vonandi góð auglýsing fyrir körfuboltann og körfuboltinn hefur verið flottur í vetur.